Velkomin í föstudagsþáttinn á þessum fína föstudegi. Við komum víða við í þættinum í dag eins og alltaf, fáum til okkar góða gesti. Local Food Festival að hefjast helgina þannig að þátturinn verður pínulítið litaður af henni. Fáum til okkar kokka og framkvæmdastjóra hátíðarinnar og jafnvel fleiri. Við tölum við unga krakka sem eru að setja upp leikrit helgina sem heitir Listin að lifa. 13 til 16 ára krakkar sem hafa sami leikverkið, sami tónlistina, leikstýrt og bara séðum allt. Þau kíkja til okkar í sett hér í dag. Við tölum við listamann líka sem hefur málað 1 listaverk á dag síðan áramót og ætlar að gera út allt þetta ár. Svo hefur hann bloggað það á blogginu sínu. Við hittum hann og ég veit ekki hvort hann komi með blýantinn og pennan og skelli í eitt skets meðan ég spjallaði við hann. Og svo fáum við til okkar 4 norðlenskar konur sem að efna til tónleikaraðar núna á haustdögum og það svolítið skemmtilegt sem þær að gera en meir með það eftir en hingað strax eru komnir góði gestir og það Davíð og Ólafur og við ætlum að fara að ræða matarhátíðina helgina. Eigum við að vera formleg og koma með titla og eitthvað svona. Markastjóri Kjarnafæðis, já. Kjarnafæðis. Ég frá viðbragðsstofunni og sé Local Food. Hvað segir þið strákar? Yndislegt bara. Bara flottir sko. Nú þetta bara allt að gerast. Já, það bara, og maður bara að vinna svo svín bara síðustu vikur og mánuði í þessu og svo bara maður á vaktinni núna alla helgina og þetta bara dett í gang. Hvernig hefur undirbúningurinn gengið? Hefur hann verið alveg? Já, þetta bara búið að vera rosalega þægilegt og gott og bara eins og þetta á að vera. Já. Við erum alltaf búin að breyta svo litið hátíðinni og við erum að keyra núna 2 ár í röð. Venjulega erum við keyrða á 2 ára fresti sko. Þannig að hún fer í dvala eftir þetta. Okay. Við þurftum að koma inn á rétt ár fannst okkur með stórar sýningar í höfuðborginni sem voru að stríða okkur sko. Já. En svona stuttlega, þetta alveg stór hátíð. Já. Þetta rosalega stór og mikil dagskrá. Já. Við erum að bjóða upp á alls konar dagskráðum frá í náttúrulega svona bland við aðra sem að gera góða hluti eins og bara kokkasamfélagið allt saman og þjónasamfélagið og þá sem að vinna í þessum bransa. Og svo náttúrulega, já, það yfir 30 sýnendur og reynt að brydda upp á einhverju nýjungum í hvert skipti og ég held að það sé að takast í ár, þetta verður flott núna. En Ólafur, þið komið að þess að stórum hluta, segðu okkur aðeins frá því. Já, við gerum það kannski ekki eins mikið á hann, það ekki búið alveg mikið að gera mér varðandi þetta eins og hjá honum, en að sjálfsögðu tökum við þátt í þessu og þetta risastór hátíð sem að gefur okkur mikið möguleika á að ná tengslum við fólki sem við erum kannski endilega í alla daga, þetta oft mikið í gegnum síma eða svo bara fólk að kaupa þetta út í búðum og náttúrulega hittir kannski aldrei við okkur sem slík og það rosalega gott að geta komist í svona pínu samskipti við þau og átt gott spjall við þau og það bara allt gott það að segja sko. Hvað ætlið þið að bjóða upp á? Heyrðu, þetta er rauninni tvískipt þessi hátíð, í kvöld þetta svona meira bransakvöld þar sem að fólkið úr bransanum kemur og heilsar upp á okkur og svo á morgun almenningur. Þannig að við rauninni skiptum sýninguna alveg upp í tvennt og í kvöld þá snýst þetta meira bara að spjalla við viðskipti og annað en á morgun ætlum við að vera með meiri svona sýning á því hvernig við fáum vöruna inn til okkar og hvernig hún verður svo þegar hún komin eins og þú sér hann út í búð. Og ég held að það verði pínu forvitnilegt, það verður ábyggilega eitthvað símum uppi og taka myndir og svona eitthvað skemmtilegt, ég held það. En nú þetta norðlensk matarhátíð, hvað einkennir norðlenskan mat? Og matarhefðir? Já, þú ekki svara þessu? Jú, kannski ekki auðveldasta spurningin sem ég ekki fengið, en jú, þetta sko, það sem kannski einkennir okkar svæði hér hvað það í rauninni mikið að vera hérna í tengt mat í rauninni. Það allt bara frá kartöflum og upp í frábær veitingahús, það allt þarna á milli, það svo mikið sem og þetta náttúrulega stærsta matarhéraðið á Íslandi. Já, það alveg þannig sko. Þannig að hérðan kemur í rauninni það mesta sem við erum að bjóða upp á í Reykjavík bara til dæmis og annað sko. Þannig að ég held að það sé kannski að sterkast og líka við þessa sýningu að þessi sýning á hvergi annars þarf að vera í rauninni heldur en hér á Íslandi sko. Nei, það þarf líka bara að sýna fólki þetta einmitt sem hann að tala að þetta læri vex ekki á tré sko. Nei. Það nefnilega málið. Það sko alveg málið. Óli þarf að redda þessu. Já, mínir menn, ég ger ekkert. En Dabbi, nú ertu framkvæmdastjóri og þetta margra vikna, margra mánaða prósess og jafnvel meira en það. Já. Hvað til dæmis núna, þetta að skella á í kvöld og á morgun,
hvað tekur við hjá þér núna? Bara að njóta eða ertu ennþá Já, á fullu að græja og gera? Já, bara, þú veist, hengi upp einhverja plaggott í morgun og stilla upp einhverju blómum og maður bara gerir allt sem maður þarf að gera, þú veist. En sko, eiginlega laugardagurinn sjálfur svona frekar rólegur. Þú veist, þá ég bara að rölta hann og Óli kannski kallar á mig eða einhver annar og skammar mig fyrir einhver sem vantar þá, því ég bara redda skilji. Þetta bara þannig. Já. Mesta vinnan basically búin, sko. Ég rólegur núna. Já. En aðeins að dagskráni. Já. Segðu hvað pínulítið. Sko, dagskráin, ég náttúrulega ekki með hann alla í kollinu, sko. Þarna á að keppa til dæmis bestu kökuna, sem svona fyrir almenning. Nú viljum við að, mömmur og pappar séu heima að baka köku og þeir sem ekki náða að skrá sig, það eru svolítið margir búin að hafa samband sem skráðu sig ekki og allir að koma til skila. Bara milli 1 og 2 á laugardegi í lagi bara að labba hann inn með köku. Þú veist, þú sé bara gamla hjónabandsselan. Þú veist, það bara... Það má ekki fara eitthvað bakar í bænum og koma með... Nei, það er nú ágætt sem við. Þú veist, nú er hann að skilja köku. Bætir við Óli. Aðeins á hann. En nei, það er svona, nei, ég vil ekki hafa þetta svona all-in bara og þarna verður bara dómnefnd af kokkum og þessum bökurum sem alltaf að dæma. Og það er koktelakeppni, það er þjónarhlaup. Svo er náttúrulega allar þessar keppnir í sambandi við þessa kokka. Það eru kokkakeppnir alveg hægri vinstri þarna. Og það er alltaf rosalega gaman að horfa á þetta. Þú veist, það er alveg bara að sjá þess að kalla að vinna, þú veist. Það er alveg svakalegt, hlaupandi og öskrandi hvern annan og allt þetta, sko. Þetta er alveg svakalega flott. Og bara gaman að koma og sjá kokkakeppnina, sko. En það er ókeypis aðgangur fyrir alla á morgun? Já. Við teljum að það hafi verið að koma svona 15.000 manns í fyrra á einu degi. Það er rosalega mikið. Já, svona 12 til 15.000, þú veist. Það er náttúrulega vonlaust að telja þetta, sko. Finnið þið fyrir miklum svona matar áhuga Íslendinga? Já, ég held að það sé alveg klart mál. Og ég held að matarmenning Íslendinga sé alltaf að aukast. Maður sér það kannski best á veitingastöðunum. Þegar þeir eru að, þú veist, vaksa þá sér maður að það er eitthvað að gerast. Og ég held að það svona smiti inn í eldhúsin heima. Og við finnum fyrir því alveg klárlega að það er svona meiri matarmenning og svona flottara. En kannski benda á líka þetta með það er ekki bara haga í maga, það sem einhverjir er ekki Facebook-leikur. Haga í maga? Já, það er dálítið sniðugt dæmi og þá við ætlum að taka bara alveg, skrokkinn sem að verður, það kemur kjöttinamar og skera niður sem sagt og honum hent þá næst í kokkur eldar, þjónar bera fram og það er Facebook-leikur í gangi núna sem hægt að skrá sig ennþá í og við ætlum að bjóða fólki í mat. Þú veist, það fá að koma held ég 8 eða 16 mann sem hvort það var, sem að verður bara, geta fengið sér sæti, bara eins og á veitingastað og sjá bara frá haga í maga, þú veist, þannig að fólk á bara að sitja þannig inn á borða bara og það verður valið úr þessum leik, bara seinna í dag. Og hvenær í dagskránni fer þetta fram? Ég man bara ekki hvað þetta er 2 sinnum, sko. Það kannski má benda fólki að fara inn á heimasíðu. Já, þetta er allt þetta þar. Og það er alveg hellingur að fólki búin að taka þátt í þessu leik. Og við settum inn þarna í þessu leikamitt að þú ætti að hendin pínu hvað þér finnst best að borða og svona, bara til að gaman að sjá, sko. En hver uppáhaldsmaturinn ykkar? Ég er alltaf í lambinu bara, sko, finnst það alltaf best. Maður fær hann svo sjaldan, ég segi alltaf rjúpa, sko. Já. Það er reyndar alveg satt. En hvenær hefst hátíðin á morgun? Klukkan 1 á laugardegi. Og eins og við segjum, svo er þetta í kvöld bara, og þá er bransakvöldið okkar. Það byrjar klukkan 4. Og ef fólk er búið að fá boðs með það, þá erum við að gera nýta með það. Það er ótt að segja að þið verðið sattir og sælir eftir helgina. Það er klart mál. Jón átti repastur hungri í fyrra. Ég hef aldrei tíma til að borða það. Ég segi bara gangi ykkur vel, eigið góða helgi og takk fyrir komuna. Takk hérlega.